Komið sæl. Bjarni Þór heiti ég og grasvalla tæknifræðingur með masterskráður í þessu fagi og hef starfað við umhirð á grasi á golfvöllum og fótboltavöllum í núna rúmlega 25 ár. Ég ætla aðeins að fara hérna í þessum fyrirlestri yfir munin á mismunandi yfirborðum sem við getum byggt á, þar að segja vera með gras, náttúrulegt gras, blendinga eða hybridvelli og svo gervigras. Allar þessar uppbyggingar hafa sína kosti og svo vissi ókosti, þannig að við ætlum að reyna að fara það aðeins yfir þá og hvar og hvenær er best að velja möguleika fyrir sig. En því að ég segi það er engin augljós yfirburða kostur í öllum stöðum, sko. Það er vissilega ókostin með öllum uppbyggingum. En það er svona, áður við höldum ekki lengra, þá er svona gott að fara við það að gras er umhverjulega, við getum alveg rækta gras hvar og hvera sem er bara í heiminum. Það er nefnilega margir sem halda að Ísland sé bara einhvers konar veðurfarslegur útnári alheimsins, sem hann er bara alls ekki. Við sjáum að meðal hitastigið á veturnar er raunverulega milt með marga aðra staði. Við sjáum til dæmis í þýsku búndeslíkunni að hérna sjáum við hann Alfred Finnboga, okkar mann, að fagna þrennunni sinni, síðustu þrennunni sem hann skoraði í búndeslíkunni, og hann er nú verið duglegur við að setja þrennurnar, duglegri en flestir. En takk eftir því að síðasta þrennan hans var skoruð í snjókomu, og það er ekkit óalgengt, því að ef við skoðum veðurfar til dæmis í München, þar sem að Bæjarar spila, einhver besti fótboltaklúbbur heimsins sem er langt árabil, að þar er meðal hitastig meðan þeir spila í nóvember, desember, janúar og febrúar 4 til -1 gráða, og það er lægra hitastig heldur en við höfum hingað til spilað í efstu deild í fótbolta. Þannig að þeir spila megin þorra af sínum fótbolta í töluvert erfiðum aðstæðum til að rækta gras í, og mun verri aðstæðum heldur en við almennt sem spilum fótbolta hérna á Íslandi. Þannig að það er gott að muna til því að fótbolti er vetraríþrótt annars staðar í Evrópu, eða ekki alls staðar en á mörgum stöðum, og Englandi til dæmis, og það er ekkit auðvelt að hafa fótboltavelli í toppstandi í Englandi, en það er samt augljóslega hægt. Við horfum hverja helgi á bara oft í viku á frábæra fótboltavelli sem eru staddir í veðurfari sem er töluvert verra og erfiðara heldur en við þurfum að eiga við hér á Íslandi í efstu deild að jafnaði þegar við spilum fótbolta. Og sem dæmi hérna sjáum við Real Madrid ætlar til dæmis að taka og viðhalda vellinum sínum í 6 bökkum sem eru færðir og settir neðanjaðar. Þannig að völlurinn er venjulega verður í kringum 300 daga á ári ofan í jörðinni, og hingað til hefur það ekki verið besti staði fyrir gras þess að vera á. Það er miklu erfiðara að viðhalda grasi ofan í jörðinni einhvers staðar í Madrid heldur en það er að hafa það bara á Laugardalsvellinum eða í Kaplakrika. Þannig að það er allt hægt þegar kemur að grasi. Það er bara því erfiðari sem aðstæðurnar eru, því dýrari verður lausnin. Og við höfum alls konar lausnir í geiranum til þess að viðhalda grasvöllum. Við sem dæmi hér sjáum við svo kallað sub-air kerfi eða loftkerfi, þar sem að í drenkerfum vallarins það er tengt inn á loftkerfi sem getur sogað eða blásið lofti úti inn í völlin. Þetta er gert til dæmis þegar það eru mikla rigningar, þá er þetta að tryggja það að það myndist akkord engin pollur á einum tímapunkti, þannig að það er bara soga vatni í gegnum völlin til að tryggja það. Svo er hægt að blása á móti. Ég ætla ekki að fara allt of mikið í dítilina af hverju það er gert. Það hefur til þess að búa til smá yfirþrýsting neðan frá. En við skulum kannski eiga það fyrir seinni fyrirlestur. Hérna sjáum við líka þessari mynd lagnir, hérna rauðar lagnirnar, að það eru hérna undirhitakerfi. Og þessi völlur er byggður á Malapúða, og því að honum kemur síðan sendilag. Við höfum líka ljósabúnað. Hérna sjáum við til dæmis nýja Tottenham völlin.
ljósabúnaður skiptir gríðarlega miklu máli fyrir þessar vetradeildir af því að með svona lokaða leikvanga þá skína sér lítil sól hann inn í vetramánuðina og til þess að tryggja það að þessi velli geti hangið að vera á lífi þá nota ljósabúnað. Aftur á móti þarft ekki eins og inn á Íslandi meðan við erum að spila þó við séum að fara að byrja að spila í apríl þá þurfum við ekki á ljósabúnað að halda á þetta því að ljósmagni sem kemur á íslenska velli að meðan þeir eru í leik meir en nóg og þess vegna var ljósabúnaður sem gríðarlega dýr og gríðarlega dýr í rekstri algjörlega tilgangslaus. Aftur á móti ef við ætlum að láta gras vaxa í desember eða nóvember eða janúar í Íslandi þá náttúrulega þurfum við ljósabúnað en annars þurfum við ekki á honum að halda. Loftkerfi líka þegar þú lokar leikvöngum svona mikið þá skiptir máli að hreyfa loft inn á leikvöngunum þannig að hérna sjáum við þetta í Dubai þetta í Katar þetta í Katar hérna nýleikungur þar sem með kerfið innbyggt oftast þetta gert með bara viftum sem raðað út allan öll þá verður hann að hreyfa loft af því að loft þarf að hreyfast inn á leikvöngum það einn höfuverkur við getum síðan tjaldað yfir svæði og dælt inn koldíoxíð til þess að auka vaxtarhraða til að jafna sig þannig að við erum með ansi mikið af aðferðum sem við getum beitt til þess að láta gras vaxa en alltaf verður þetta dýrara og dýrara ef að umhverfið erfitt hérna sjáum við síðan Laugardalsvöllinn þar sem við tjölduðum yfir völlinn á sínum tíma fyrir leik sem að síðan varð ekki hérna sjáum við skemmtilega mynd hérna vinstra megin það ekki allir sem vita að undir Laugardalsvellinum rennur skólplögn sem að kemur úr hverfinu hérna í kring og þessi grænu blettir eru sem sagt þar sem að það eru hérna það eru hérna hvað heitir þetta svona inspection chambers sem svo er kallað á enskuna það eru hérna þessi standa hérna upp og eru ansi nálagt yfirborði vallarins kannski 50 cm fyrir neðan og það er náttúrulega ágætis hiti sem kemur á skólplögninni og þessi svæði hitna upp af skólplögninni og þið sjáu hvað ef að hefði verið undirhiti í Laugardalsvellinum og með einföldum dúk hvað við hefum getað gert hann grænan og fínan en þessi leikur varð aldrei vegna COVID en hérna þið sjáu að samspil stundum viss að þetta geta hjálpað okkur að búa til frábæran völl á undarlegustu tímum eins og þessu tilviki tekið í mars eftir ágætis vetur en alltaf við förum á tölum yfirborðin gras, þegar við erum að tala grasvelli þá erum við raunverulega að tala rétt upp byggða grasvelli og þeir þurfa að vera byggðir upp samkvæmt USGA spec eða United States Golf Association Specifications það tækni sem var rannsökum mikið hérna kringum 1950 einhverjum 14 árum ameríska golfsambandi að rannsaka uppbyggingar fram og tilbaka og síðan árið 1959 þá kynna þeir sína niðurstöður og þetta byggist á svo kallar gervi vassstöðu. Ég ætla ekki að fara í allt of mikla umræðu hvað gervi vassstaða og hvernig hún nýtt en það alveg sér fyrirlestur út á fyrir sig þið séu að það golfboltiðan og golfhóla það vill bara að því að þeir fundu þetta upp en eftir á móti hendar þessu uppbygging inn í fótboltageirann alveg fullkomlega hendar ekki inn í alla geira, til dæmis ekki tennisvelli eða cricketvelli eða þess að það en hendar inn í fótbolta og golf og þetta í grunninn bara frekar sendin jarðvegur hann ekki alveg hreitt sandur en mjög sendin og hann settur ofan á malarpúða sem það sem mölin ákveðin stæð og það sem að gerist þá er hægt að stilla af hversu mikill raki helst í jarðveginum sem skiptir gríðarlega miklu máli af því að vandamáli við sand hann verður alltaf þurr en þannig hægt að stilla af rakastig þannig að við segjum að sé 25% þá 50% fastefni í jarðveginum sem sagt 25% loft og 25% vatn þannig að ef það kemur 1 dropi af vatni inn í kerfið þá dettur 1 dropi af vatni út úr kerfinu og það er gríðarlega mikilvægt fyrir fótbolta og golfvelli ef þetta byggt hárrétt upp að þá að vísu viðhalda á þessu svolítið svona eins og viðhalda Formúlu 1 bíl það mjög erfitt en fyrir þá sem kunna það þá geta það náða ansi miklum árangri með þessa velli og þetta bara náttúruleg bygging grasvelli, þannig þegar ég að tala gras þá ég ekki að tala þá grasvelli sem við erum með á Íslandi í dag sem meir og minna það engin sem stendst í USGA specificationi en
þannig ég ekki að tala einhverja gamla velli eða Laugardalsvelli sem alls ekki svona uppbyggður, heldur ég að tala grasvelli þá erum við að tala grasvelli sem eru byggðir hárrétt upp og það einfaldar að hafa þá góða yfir allt tímabilið í apríl og inn í október kostirnir við gras að það besta yfirborðið og þegar ég segi besta yfirborðið þá ég að meina þannig að grasvellir sem í góðu ástandi í tipptopp standi, ef þú tekur bara völl sem alveg í toppstandi bara hugsið, bara í ensku úrvarsdeildina þessi lappin á hvort það Emirates eða hvort það Etihad eða hvort það Anfield eða hvað sem Old Trafford, ef þið lappið inn á þann völl og þið bjóðið fólki að spila á þeim gæðum eins og völlin lítur út í ágúst og september og spurði síðan sama fótboltamann eða konu hvort það vilja spila á besta gervigrasvelli sem það hefur komið inn á að þá velja flest allir gras og líklegast allir ef við erum bara alveg hreinskilin ástæðan fyrir því einfaldlega að grasvöllur sem rétt uppbyggður í toppstandi hann hefur allavega þá eiginleika sem við viljum fá út úr yfirborði til að spila fótbolta á gervigras raunverulega ekki að reyna að bæta það eina sem gervigras gerir betur en gras bara slitstyrkur en slitstyrkur hefur ekki endilega bein áhrif á hvernig fótboltinn spilaður eða hvernig boltinn skoppar eða hvernig hann rennur eða hvernig þannig að slitendingin þannig að það voru með völl sem að höndla rosalega mikið slit sem að margir grasvellir í toppstandi gera hvort þið að þá að spila eitt leik á þannig velli ekki vandamál fyrir leikmannin það getur hins vegar haft verið vandamál fyrir eigandan sem við komum betur nú eftir en þannig að í grunninn að þá gras besta yfirborð þegar það hefur alla þá eiginleika sem við ætlumst til það eru til íþróttir sem hafa gjörbreyst með tilkomu til með gervigras og það eins og landhockey sem að gjörbreyttist þegar að gerviefnin komu og gjörbreyttist það mikið að ef þið skoðið bara eða googlið hverjir unnu ólympíugullið í gegnum söguna frá 1930 eða eitthvað 20, hvernig sem þau byrja að spila landhockey og ólympíuleikum að þar voru yfirleitt löndis og Pakistan og lönd þar til Indland og svo leið sem unnu það því það var alltaf að spila á grasi en það var feikilegt vandamál með landhockey og grasi því það þurfti að vera snöggsleið en samt vera að hlaupa á yfirborðinu og þá raskast yfirborðið þá fyrir boltinn að skoppa mikið og breytist algjörlega leikurinn á gervigrasi breyttist bara leikurinn boltinn, þú fékkst ekki þetta rif, slit og þar bara gjörsamleg breyting á íþróttinni en það ekkert sem bendir til þess að það gerist í fótbolta að gerviefnin getur breytt þessu og þar alveg munum við alltaf líta á gras sem líklegast besta yfirborðið til að spila fótbolta á einn af kostum þess líka það að eiginleikandi geta breyst og það að segja við getum hægt, við getum fengið við látið bolta að renna hægar, við getum látið að brenna hraðar við getum látið að skoppa herra, læra það frekar auðvelt fyrir vallastjóra sem hefur réttu tækin í höndunum að breyta þessum eiginleikum og það getur verið eftirsóknarvert það getur líka verið vandamál ef það breytist of mikið en en þetta einn af þeim kostum sem gras hefur undirbyggingin endist líka töluvert lengi bara sem dæmi, við erum raunverulega á grunn undirbyggingunni á Laugardalsvelli sem frá 1950 og eitthvað, 54 eitthvað svoleiðis með smá endurbótum á 1970 eitthvað, þannig að endingin og undirlægin hefur gríðarlega mikil við getum segja bætt yfirborð þannig að ef grasið drefst þá getum við náð grasina aftur tilbaka með fræjum eða tyrfingum og þannig að við getum alltaf laga yfirborðið en aftur á móti undirlægi helst það sama og það töluvert ódýrt að gera það að laga yfirborðið miðað við það að endurbyggja alveg frá grunni þannig að uppbyggingin dýriparturinn sem sagt endist gríðarlega lengi og þar að þetta afskrifa á mjög löngum tíma aftur á móti ókostinni við gras að ef þú ætlar að viðhalda grasi margir geta að viðhalda grasi yfir hásumarið og allt í lagi en þegar það komin erfiðari tímabil apríl, maí að halda grasvelli góðum á þeim tímapunkti krefst bara rosalega mikla sérþekkingar og það ekkert margir sem hafa áhuga á að ná sig í þessa sérþekkingu og
þar alveg ekki verið erfitt fyrir tölu bara minni sveitafélög að hafa aðgang að fólki sem að hefur þessa sérþekkingu, sem að hefur viljan til þess að menntast í þessu sem kostar tölvöld mikla peninga og algjört nýsnám, skilur, þegar þú lappar ekkit úr því að vera grasvallatækni fræðingur yfir í hvaða stöðu sem þannig að það ekkit margir sem að vilja fara út í þetta þannig að það getur verið erfitt að mannauðs hlutir getur verið bara erfiður og auðvitað gras háð rosalega mikið veðurfari og umhverfinu það þarf ekkert að fara neitt eitthvað langt mál það og það sem vandamál við gras að ef að viðhaldið ekki rétt að þá getur yfirborðið orðið mjög lélegt og það getur gert gríðarlega hratt við getum bara farið á einni viku úr því að vera á flottum velli yfir bara í mjög slæmu ástandi og mjög erfitt að spila fótbolta á þessu þannig að yfirborðið svolítið getur verið mjög breytilegt og í röngum höndum allt og mikil breyting eðlilega lítil vetrarnotkun það kannski einhver sem ættir að reka augun í að ég segi lítil vetrarnotkun, það alveg hægt að vera með vetrarnotkun á grasi, því þegar við erum að hugsa gras þá líka að tala bara gras með undirhitakerfi sem dæmi, við getum alveg verið með grasvöll eins og Laugardalsvöll ef við ætlum bara að spila landsleiki í nóvember og svo í mars að þá getum við auðvitað án þess að vera með eitthvað meira í vellinum bara en undirhita og rétta uppbyggingu getum við alveg spilað nokkra leiki yfir vetrarmánuðina því að völlurinn þarf tæknilega séð ekki að vera í vexti til þess að geta spila fótbolta við þurfum bara að halda yfirborðinu nægilega þéttu þegar það fer inn í þetta tímabil að þá getum við spilað að vetur til, en við spilum ekki marga leiki á veturnar, það bara segir sér sjálft og ársnotkunin einhvers staðar í kringu 300-400 klukkustundir á ári hérna á Íslandi og aftur ég að miða við völl sem í góðu viðhaldi rétt upp byggður við höfum séð þess að tölu við liggja meira nær eins og Valsvöllunum var á þeirn fór í gervigras þá voru þeir að nota hann í kringum 100 tíma á ári og við byrjum okkur saman við Kaplakrika þeir eru með meistaraflokkur kalla á kvenna yfir flest allar æfingar á aðalvellinum og spila náttúrulega allar leikið þar og einhverjur aðri leikir og þeir eru með reiknast til að vera í kringum 300-350 tíma á notkun á ári samt Kaplakriki ekki alveg 100% uppbygging en enga síður svona næri lagi gras þarf þá mikið landrými en þetta háð eftirspurn sko ef þú ætlar bara að spila einn og einn leika þá minn en 300 tíma á ári að þá tekur náttúrulega grasvöllurinn ekki meira pláss heldur en annar gervigrasvöllur sem dæmi en ef þú ætlar að fá 2000 tíma notkun á ári þá þarftu bara fleiri grasvelli heldur en einn og þar af leiðandi þarftu meira land og þetta getur verið vandamál það getur líka ekki verið vandamál fyrir allt eftir bara hverja aðstöður eru á hverjum stað fyrir sig þannig að þannig að við fyrir núna og skoðum blendingana eða hybridvelli þeir eru það er oft alls konar miskilningur í hvað blendingar eða hybridvellir eru eða hvernig þeir fungera þannig að fara svolítið vel yfir þetta blendingarnir geta verið að það eru 3 tegundir af blendingsvöllum sem hafa verið þróaðir í gegnum tíðina það er svo kallar fibersand og síðan setna með fiber elastic sand eða svona með teygju efnum sett út í sandinn fer ég þetta vel og eftir við erum eins og ísauma gervigras sem allir helstu vellir sem þið sjáuð í Premier League eru með og svo eru hybridvellir sem notast við gervigras mottur og þannig að við förum og skoðum þetta allt saman förum í gegnum þetta, þá fíbersandur þá er þetta raunverulega bara plastþræðir sem blanda saman við efsta rótarlega 15 cm eftir 15 cm og við sjáum bara mynd hérna sjáum þetta jarðvegur og það eru þessir fínir þræðir þetta svolítið, ég hef notað samlíkinguna að ef þú tækir hárbustan á heimilinu og tækir hárun úr honum og blandaði saman við púðusykur og tekur síðan skeið og reynir að pota skeið ofan í púðusykurinn og þá það erfiðara heldur en þegar hárin voru ekki til staðar þetta mjög sjarmerandi myndlíking en það raunverulega það sem hefur verið að gera
þessi vellir áttu til að vera svolítið harðir þannig að þeir fóru að blanda teygjuefni í þetta líka bara svipað að færa út á pósthús og keypti slatta teygjum og klippti þær í búta og hendi þeim út í jarðveginn líka og þannig gátu þeir mynda aðeins meiri fjöðrun í yfirborðinu en það sem þessi hybridvellir eiga allir sameiginlegt að hybrid raunverulega jarðvegsstyrking það styrkir ekki grasið sem slíkt heldur bara styrkir í jarðveginn þannig að ef þú missir grasþekju að þá samt færðu grip í takkana þannig að ef takkarnir fara niður ofan í jarðveginn þá helst jarðvegurinn nægilega mikið saman af því að grasþekjan raunverulega einn af lykilhlutunum að binda saman yfirborðið og halda meiri stöðuleik í yfirborðinu þannig að ef þú tekur grasið í burtu þá tapast eiginlega styrkurinn í yfirborðinu þessar jarðvegsstyrkingar vernda ekki grasið sem slíkt þannig að grasið slitnar alveg mikið við notkun en þú getur bara verið á miklu þynnri velli sem er búin að þynnast ansi mikið út og þarlegandi eins og fíbersandur ekki minna en gervigras þráðum sem standa upp í lofti eins og við sjáum á eftir á ísaumuðu gervigrasvöllunum ísaumuðu hybridvöllunum en það allt í lagi, það skiptir einhver máli því að þú færð alveg styrkin frá fíbersandinum ísaumuðu gervigrasvellinir að þá eru raunverulega bara gervigras þráðum stungið ofan í jarðveginn á cirka 2-3 cm millibili og á svona cirka 15-20 cm dýpi þannig aðeins meira var ég svona því í dag en þetta var alltaf niður á 20 cm og í grunni það bara byggður USGS bekkaður völlur eða sem næst því og hérna sjáum við saumavél sjáum við nálarnar hérna sem að stingast niður og það stinga bara niður og sjáum hérna myndina hvernig þeir stinga plastþráðana niður og grasið vefur sem í rótakerfinu utanum plastþráðina og þannig styrkja þeir yfirborðið alveg greiðlega vel og hérna sjáum við gervigrasstæðina þegar við búið að sauma í völlin hérna sjáum við sandinn sem er undir svona lítur þetta út og ofan síðan er bara sáð fræjum í þetta og grasið vex upp frá því og blandast síðan við yfirborðið verður núna ef að bilinu það fyrir eftir framleiðendum svona bilið 3-5% af yfirborðinu er núna orðið gervigrasþræðir og ef við skoðum síðan gervigrasmottur þannig að gervigrasmottur þá er bara svona frekar gísin gervigrasmotta þetta er bara eiginlega eins og gervigras sem við sjáum en það er bara lengra bil á milli þráðana og þeir eru lengri þannig að þá er motta rúlluð yfir þá býrðu til en USG spekka jarðveginn hjá þér þegar þú átt svona cirka 5 cm eftir að þá rúllar út mottinni og síðan er bætt við þessum 5 cm á sandi í og þið sjáu hvernig þetta er gert hér oftast þegar þú ert með þessi gervigrasmottur að þá er yfirborðið cirka 7% gervigras það er aðeins meira af gervigrasþráðum í þessum mottum en það fari ekki af djúpt onni í prófælin ég sá hvernig ísaumaða gervigras er að fara alveg niður í 20 cm þetta er raunverulega bara 5 cm fyrir neðan yfirborðið ok, hver eru þá kostirnir við að fara yfir í hybridvelli verandi aðra velli þá er hybridvelli er raunverulega skiptaði ekki máli fyrir þú ert að lenda í vandamálum með að það grasþekjan sé að detta niður fyrir svona cirka 30% það er rosalega þunnt það er rosalega mikið af grasi sem er að hverfa þá í frá þér þannig að hybridvellir eins og ef við höfum verið að horfa á einn á Íslandi því við höfum verið að spila hinga til að við getum það verið að breytast núna hinga til höfum verið að spila frá svona cirka 1. maí og út september í deildinni að þú getur alveg haldið grasvelli við á þeim tímapunkti, gefa þessi vel upp yfir og fara allt þess að viðhaldanum, þá getur alveg haldið upp í þekjunni að því við erum að spila að sumartíma þegar að grasir vex alveg ágætlega og þannig er ekkert víst að við séum að missa grasþekjuna niður fyrir 30%, þar alveg þarft ekki hybridvöll til þess en aftur á móti ef þú ert að lendi því að missa gras eins og menn voru að lendi í bara inn í úrvalsdeildunum og að þetta er vetraríþrótt eins og ensku úrvalsdeildinni og fleiri stöðum að þá skiptir máli að fá
þessa jarðvegsstyrkingu að því á einhverju tímapunkti þá var bara í janúar eða febrúar eða desember að þá er bara grastekkin orðið það lítil að þú færði ekki grip lengur og að fótboltinn er orðið bara hættulegur og verður hálfasnalegur þannig að ef þú ert að missa mikið gras að þá er nauðsynlegt að vera með sérstyrta velli þannig að ef þú ert með styrkin inni þá má búast við því að þú getur verið að nota á Íslandi ykkur stær kringum 600 klukkstundar á ári að þú eigur slitstyrkin en munið að grasið er ekki sjálft það er ekkert verið að verja grasið það er verið að verja gripið í undirleginu þannig að grasið slitnar alveg það sem eru auka kostir blendingana er að eftir að við gefum okkar yfirborðið sér alveg leysir sléttað alveg hárrétt og allt upp á 10 þar að þá binst jarðurinn og helst rosalega vel í því formið sem hann er það er að segja að verður engin hreyfing á hann helst alveg ekki sléttur eins og hann var gerður til þess að byrja með og það kemur mikið auki burðaþol í völlin það skiptir máli fyrir til dæmis svo tónleika að það kemur oft mjög þungur búnaður inn á svið og fleira á þess að þar og þá skiptir burðaþoli mjög miklu máli þannig að ef þú ert með til með einhvern leikvang sem á að taka við tónleikum þess að þar þarf eiginlega að vera með hybridvöll til þess að geta að díla við það en þessi kosturinn sem með slétta yfirborð er rosalega góður kostur og því að yfirborð getur hreyfst alltaf pínlítið til með tíð og tíma en það gerir það nánast ekkert á blendinginum og fyrir vikið eru blendingarna nothæfir eiginlega allt árið kring og við sjáum það bara inn hjá Bayern München sem dæmi það eru drengirnir afskaplega duglegir að senda boltan á milli á x-léttum fótboltavellin sem líkur hræðilega vel út í janúar eða desember eða hvenær sem er og það er hægt að spila slatta af leikjum á vellinum á þessum tímapunkti ólíkt grasi við getum treyst okkur í einhverja 3-4 leiki að vetri til eða eitthvað það er ekki mikið meira en það en þessi blendingar þola samt sem áður ekki einhverja mikla notkun í veturinn af því að eins og ég var að segja að grasi slitnar alveg og það er ekkit frábært að spila á velli þó að þessi blendingsvöllur það sem að grasi er meira að minna farið þannig að við erum ekki að fara að vera með æfingar þessi notandi sem æfingarsvæði í janúar með öllum flokkum fyrsta, annað, þriðja, fjórða og upp í annan flokk eða hvað sem er það er eitthvað sem að gervigrasaði við en blendingarnir munu ekki ráða við þetta er í grunninn ennþá grasvöllur þetta er ekki í grunninn gervigras skilur þetta er bara jarðvegsstyrtur grasvöllur og blendingarnir þurfa rosalega mikinn og dýran búnað ef þú ætlar að hámarka notkunina og það þarf rosalega mikla sérþekkingu til þess að viðhalda hybridvöllum þeir eru miklu erfiðar í viðhaldi heldur en grasvellir undirbyggingin er líka endist ekki það lengi það er að segja í sömu gervigrasvellinir það er verið að gera ráð fyrir að þeir geti það er svona, menn hafa verið að sjá að þeir geta verið að endast svona allt upp í 20 ár, það endast ekki mikið mengun það, eftir það þarf að móka jarðveginum út og byrja upp á nýtt og ef þau notum mottukerfin að þá eru þau ekki að endast mikið meira en svona 6 ár af því að viðhalda vellinu þá þarf að gatan og þá þarf að gati gegnum mottuna sem hægt að tætist upp og slitnar og eyðist með tíð og tíma þannig að menn er að búast við svona cirka 6 ára ending á mottunum aftur það sem er gott við mottun er að þú getur síðan bara tekið torskuravél og skafið mottuna í burtu bara eins og þökur og fjarlægt hann og svo getur þú sérstaklega ef þú hefur tekið á í svona stórum rúllum þá getur þú farið og ræktað á hjá þökuframleiðandanum svæði með gervigrasmottunni í og svo getur þú rúllað henni út á völlin þannig að það er alveg hægt og menn gera það til dæmis Amsterdam Arena hefur verið að gera það og fleiri vellir sérstaklega í Skandinavíu þannig að það er hægt að tyrfa með þessum mottum en það er endast bara tölvöld styttri tíma það kosta líka cirka 3 sinnum minna þessar mottur heldur en ísaumununa því ísaumununa er gríðarlega dýr hún kostar vel yfir 100 milljónir það getur gert það er svona
fyrir aðeins eftir nákvæmlega hvað er gert þannig að þannig að motturnar hafa verið vinsælar á vissum stöðum á meðan að ísumurunin er vinsælli til dæmis eins og í Englandi og henta betur það, kemur hans betur inn á það eftir ókostinni við blendingana er það að það má ekkit byggjast upp þæfi er sem sagt þæfi er lífrænt efnis í yfirborðinu sem að byggist náttúrulega eðlu upp, við erum með grös þau lauf detta niður deyja grös deyja önnur koma inn og þess og þar og uppbyggist lífrænt efni sem eru bara daugrös eða partar af grösum að og það byggist eðlilega upp við venjulega viðhöldum því á venjulegum grasvöllum með því að þynna það út með, með sandi og síðan látum við örverun að brjóta niður þetta lífræna efni en það má ekki gerast inn á blendingsvöllum af því að ef það byggist upp þæfi sem er ekki með gervigrasstyrkinguna inn í sér af því að munið að þó að þræðirnir standu upp þá leggjast þeir raunverulega svolítið mikið niður og grasið fer bara yfir þú veist og ef að lífrænt efni fyrir að byggjast ofan á gervigrasstráðanum að þá verður blendingsyfirborð miklu sleipara að það er bara eins og setja bara hála mottu ofan á parkettið heima hjá sér og reyna að taka snöggar raðbreytingar á því mottan þýtur undan þér og það er það sem gerist með blendingana þannig að þú getur ekki verið með blending hann verður bara orðin ónýtur á 2 árum, 3 árum ef það er ekki viðhaldi rétt og fyrir vikið þá þarf að nota sem er kallað freesmowing til þess að skafa af yfirborðið, þannig að sjáu þið hérna verið að skafa yfirborðið af freesmórar eru bara svona, þetta er bara eins og sævælablöðin leikur við og hér sjáum við völl sem er í grunninn hybridvöllur sem hefur látið vaksa allt og mikið af lífrænu efni í yfirborðinu og það er byrjað að vaksa alls konar illgresi og drasl og tegundir sem við viljum ekki sjá í sjáu hvernig það er mismönd á litin þetta er að vísu tekið að vetrartíma og sjáu þið, nú er búið að freysmóa kannski 1 eða 2 línu þarna upp það sem að freysmóani gerir sem þetta merkir þeir skemma ekki þræðina, gervigrasþræðina en þeir rífa bara í burtu lífræna hlutan og þarna er verið að skafa sig niður aftur á gervigrasþræðina og síðan er bara sáði þetta upp á nýtt og völlin verður frábær og allir vellir sem þið horfið á í ensku úrvalsdeildinni á hverju einasta sumri því að það kemur sumarfrí eðlilega þá eru vellinni allt skafið af þeim og sáði það upp á nýtt og það tekur bara 4 til 5, 6 vikur og þá eru vellurinn orðin geggjaður upp á nýtt ég sjáu hvernig það virkar ekki í íslensku deildinni því að ef við ætlum að gera þetta á Íslandi að þá erum við að spila fótbolta þegar við getum gert þetta því við getum ekki freysmóað í nóvember af því að við náum ekki fræjanum upp yfir veturinn almennilega og ná þéttleikanum til að fara að spila aftur í apríl þannig að hybridvellir á Íslandi er svolítið erfið þess vegna eru til dæmis hybrid mottuna líklegri til vinsælda en þá þarf að henda þeim út á 3-4 ára fresti bestafalli 6 ára fresti en á meðan þarf viðhaldi að vera rosalega passasamt að sjúga upp allt og hreinsa eins mikið að lífrænu efni í burti eins og hægt er með öllum aðferðum, ég ætlum ekki að fara þær hér það er alveg annar fyrirlestur að þess er svo mikilvægt að það er svona vandamáli við á íslenska markaðin er að það verður svo dýrt að vera með hybridvelli því við þurfum basically að henda mottunum rækta einhvers staðar mottur með gervigras í mottur með gras í skera þær upp og þetta eru þykkar þökur þetta eru 5-6 cm þykkar þökur þetta er ekkert grín, leggja þær síðan hana og allt þetta kostar gríðarlega peninga og ísaumaði gervigrasvellir á Íslandi eru eiginlega ekki gálegar heldur því að þeir eru svo dýrir í ísumununin það tekur 2-3 vikur að sauma heilan fótboltavöll venjulega þannig að ef við ætlum að vera með ísaumaðan gervigrasvellin á Íslandi að þá er það bara svo dýrt og endingin verður líklegast ekki mikil þannig að hybridvellir eru svolítið flókið koncept hérna á Íslandi þeir henda fullkomlega inn í Bretland og alla deildir sem að spila vetri til að vera með sumafrí en þá er þetta að sinna þessu viðhaldi meðan að þegar það er best að sinna þessu viðhaldi þannig að blendingar eru í grunninn langdýrasta lausnin þeir kosta meira heldur en gervigrasvöllur að byggja
þeir notast líka við óendurnýtanlegt plast, af því að jarðvegurinn, það eiginlega ómögulegt að allan enn sem komið að endurvinna plasti sem fer hún í völlin, þannig að jarðvegurinn sem kemur upp bara mengaður jarðvegur og þarf að fara í urðun. Þannig að svona umhverfislega sé það ekki frábær lausn þannig sé, sérstaklega ef að þú verður endalaust að skipta hann út, náttúrulega ef hann að endast í 20 ár það að skárra. Já, þannig að það svona, já, þeir eru kostur og gallarna við blendingsvellina. Ef við skoðum síðan bara gervigrasvelli, hérna sjáum við klassist gervigras undirlag með frostfríu efni undir, síðan sjokkpúði undir gervigrasinu, síðan kemur sandlag oftast og síðan gúmmíkull. Það náttúrulega til orðið, þetta kallað klassíski 3G 3G uppbygging sem við könnumst náttúrulega ágætlega við. Það til líka 4G vellir sem eru ekki með innfylli efnum í, en það eru ákveðin vandamál með það enn þetta í dag sem tengist húðbruna vandamálum og þess að þar. Þannig að en það örugglega þróun sem á eftir að koma hægt og rólega inn með tíð og tíma, en svona í grunni það eru flesti gervigrasvellin sem við sjáum fyrir fótbolta eru þessi tegund. Og eitt áður við höldum áfram í gervigras, þá ætla ég aðeins að nefna með staðlana sem eru í gervigras heiminum, svo kallar FIFA Quality staðall. Þetta eru staðlar sem að þetta eru bara mælingar sem eru gerðar á grasinu, bæði hjá framleiðanda áður en það er sendt út, og svo þegar völlurinn er komið niður þá er mældur, það er verið að mæla hluti eins og bolti, hvað bolti skoppar mikið, hvað rúllar mikið, grip leikmanna, snúningsgrip og alls konar, það eru alls konar hluti sem eru mældir. Og munurinn á þessum stöðlum Quality Pro og Quality er í grunninn þannig að Pro-staðallinn er gerður fyrir bestu gæði og ending er einhvern sem skiptir ekki máli, meðan að Quality er gert fyrir alveg góð gæði en ekki jafn mikið. Þannig að segjum sem svo að bolti til dæmis á Pro, ef maður má rúlla X stutt áfram og X langt áfram, og þá má í Quality þá má rúlla aðeins stittur og aðeins lengra. Boltinn á Quality má skoppa aðeins herra, aðeins stittar, skilji. Það er búið að taka svona flesta staðla, þetta er rosalega mikil einföldun hjá mér, en það er búið að taka flesta staðla og víkka mörkin í sitt hvorar áttina. En enga síður er FIFA Quality bara flottir fótboltavellir og þú getur alveg spilað hæsta level fótbolta á þeim. Aftur á móti, það sem að Quality hefur umfram Pro er að það er gert krafa meira slit þol, og þar alveg endist völlurinn töluvert lengur, og hann verður að gera það. Þú getur fyrir vikið verið með Quality Pro völl sem getur líka verið Quality, þar að segja að hann hefur endinguna en hann hefur líka gæðin. Ef að það verið að spila í mótum á vegum UEFA, sem sagt Evrópukeppninnar eða bara heimsmeistarakeppni eða hvað sem að menn spila þannig á vegum FIFA eða UEFA, þá heimta þeir alltaf Quality Pro, þeir vilja alltaf bestu gæðin og er alveg svolítið saman endinguna. Við á Íslandi ég sögum þess að flestir eigendunir eru ekki íþróttafélögin sjálf eða klúbbarnir sjálfur, heldur eru það aðrir eigendur, þar að segja sveitafélögin. Þá hefur við lagt áherslu á endinguna, að þessi vellir endist alveg, af því við vitum það alveg að þó sett komið aðeins slitinn gervigrasvöll sem er í Quality en stendst alveg Quality staðalinn, þá er hann oft betri heldur en margir grasvellir sem eru illa uppbyggðir og illa viðhaldið, eða kannski illa viðhaldið, en viðhaldið af vanefnum, en reyna náttúrulega sitt besta, en maður ekki segja nefnt annað, en þannig að við höfum lagt áherslu á það að leyft fólki að verja annarkvort staðalinn, þannig að endingin er umverulega, við getum verið með vellir sem ég með að geta endst svolítið, en endingin þá er ég að tala um að vellir eins og Quality, það getur þurft að skipta mig bara svona 8 ára fresti, einhvers svo leiðis. Gefið það sem ég var að nota ekki 2000 tíma á ári, ofti verið að nota svona velli hérna á Íslandi alveg 2400-500 tíma á ári. Quality Pro völlur, bara sem dæmi, að FIFA gefur það út að svoleiðis völlur á ekki verið að nota meira en 12.000 tíma á ári. Þú getur náttúrulega alveg notaðan meira en það bara gæðin hrynja eftir því hraðar.
og þá má búast við því að þú þurfa að skipta út quality pro velli og kannski svona 4 ára fresti einhvers staðar í kringum það, en ef þú ert að nota meira en það þá getur vel verið að þurfa að skipta út á 2 ára fresti eða eitthvað þess að það náttúrulega orðin rosalega örskipting og kostnaðarsamskipting þannig að en enga síður þannig að vellir sem við ætlum að nota eins og í Evrópukeppnum verða að vera í quality pro að því að það er það sem að UEFA leggur sínar áherslu á, og það er ekki áhersla knattspyrnusambandsins. Hérna sjáum við að FIFA Pro, hámark gæði, minni krafamendingu, quality, virkilega gott yfirborð, bara meiri krafamendingu. Þannig að þetta er munurinn á þessu tönnu. Allavega, ok, gervigras kostir, fullt af þessu er nokkuð augljósir. Það er náttúrulega miklu meiri notkun, en langmesta notkun mögulega á gervigras. En það sem er líka kostur við hana, það er stöðuleikin. Það er að segja að yfirborðið breytist ekkit sérstaklega hratt. Það mun alltaf verða best til þess að byrja með og svo versnar það alltaf raunverulega. Þú veist, gæði yfirborðsins er niður af við. Jú, getur sagt að það sé smá flögt upp og niður á línunni, gæðalínunni, það er að segja þegar hann er burstaður upp og eitthvað svona og þú veist, eitthvað svona smá viðhald. En í grunninn þá er línan, sett gæðalínan, ef við hugsum bara tími og gæði yfirborðsins, þá er það alltaf best þess að byrja með og svo er það bara alltaf stöðugt niður á við, en aftur á móti það er hægt og rólega niður á við gæðin og þessi stöðuleiki er mjög þægilega sérstaklega fyrir eigandan, skiptir hann töluvert miklu máli að viðhalda það, að því að gervigras er náttúrulega dauður hlutur, þannig að fyrir vikið er svolítið fyrirsjáanleg hegðun það er svo margar breytur við lifandi hluti en það eru fáar breytur fyrir þessa dauður hluti og þar er ekkit rosalega mikil sérþekking sem þarf til þess að viðhalda gervigrasi. Það þarf þekkingu, þú þarft að setjast á námskeið og fara og læra þessa hluti en þetta er ekki einhvað mannauðs vandamál, það er hægt að kenna flest öllum hvernig það var að viðhalda þessum öllum og það verður ekkit vesen og kostar ekki mikið pening að ná sér þá þekkingu. Þeir eru náttúrulega að nota allt árið kring og auðvelt í notkun innandyra. Það þarf að taka þetta fram að því það er alveg hægt að vera með grasvelli innandyra. Það er alveg til lokaða leikvanga með grasi. Og raunverulega gervigras fundið upp hjá Houston Astros þeir eru fyrsta íþróttafélag sem notar. Houston Astros er hafnaboltaliði í Bandaríkjunum og þeir byggðu fyrsta lokaða leikvangin í Bandaríkjunum kringum 1960 eitthvað og loftkeldan og þetta var alveg geggja flott hjá þeim en þeir voru með gler í loftinu og þeir vildu sem sagt fá ef við lenti því vandamálum að ef við vorum með gras inni en svo glampaði svo mikið á glerinu að grípararnir út á velli þeir sá eldri boltana voru alltaf að missa alveg einföldustu bolta þannig að þeir ákveða að mála fyrir setja svona tint á glerið að þá drafst grasið og þá voru góður á dýr og þá var fyrsta gervigrasi lagt þarna það er upprunnin á gervigrasi og þess að kalla Bandaríkjamenn oft gervigras AstroTurf út af því að það var Houston Astros sem voru með þetta og Astros er náttúrulega geimfarar, eitthvað geimgras en smá sögu skýring sem að tengist þessu ekki neitt en allavega þannig að fyrir hallirnum okkar auðvitað þá notum við gervigras að segja sér sjálft og við þurfum á því að halda gervigras hámarkar landnýtingu þetta kemur inn á punktin sem ég var að segja áðan ef við erum með eftirspurn, gríðarlega mikla eftirspurn eftir notkun 2000 tíma á ári að þá getur sett það allt inn á einn fótboltavöll í staðin fyrir marga og þar alveg þetta landnýtingarlega sé að skipta þetta máli þetta skiptir máli í borgum sem eru þétt byggðar við tökum bara sem dæmis á Stokkólmur sem er gríðarlega þétt byggð borg að það er allt og lítið af fótboltavöllum og þeir eru að leita alla leiða til að koma fyrir fótboltavöllum meðal annars upp á þökum á verslunarmiðstöðum og þess að og þá náttúrulega kemur ekkert í greina að vera að setja grasvöll það verður að vera gervigrasvöll til að nýta landið sem mest en ok, hver eru þá ókostir gervigras? Gæðinum þau eins og ég nefndi á það sem hrakar alltaf á líftímanum og það er erfitt að breyta eiginleikunum þá tilbaka þannig að þegar þeir orðið slæmt þá er erfitt að gera eitthvað annað heldur en bara skipta gervigrasinu út en takk eftir ég nefni að þetta er ekki endilega ókostur þó að sé erfitt að breyta eiginleikunum því að kostunum við það er að eiginleikunum breytist ekki neitt er að yfirborður er alltaf svolítið fyrirsjáanlegt og
það getur verið gott fyrir leikmenn að treysta á yfirborð. Maður oft heyrt talað það að kynslóð sem að elst upp á gervigrasi núna, hún að vera teknískari. Það ekki út af því að það plast undir löppunum, en það bara út af því að yfirborðið fyrirsjáanlegt. Ef þú ert með grasvöll sem fyrirsjáanlegur alltaf eins, segjum sem með geggjaðan hybrid fótboltavöll sem viðhaldið alveg bara upp á 10 eins og við sjáum í ensku úrvalsdeildinni, þá yfirborðið fyrirsjáanlegt og það ekkert vesen að vera teknískur að spila á þannig vellir. Þannig að þessi staðreind að eiginleikarnir breytast ekki hratt allavega, að þeir sem að spila á því, þeir geta alltaf treyst í að boltinn að skoppa mjög svipa, hann að bregðast mjög svipa við og þannig auðveldara að fá æfa vöðvamiðni og fleira. En ókosturinn við gervigras þessi stutt í endingatími. Það eins og þegar ég stendur 2 ár þá ég að tala FIFA Quality Pro völl sem að notaður gríðarlega mikið. Hann má alveg búast því að hann sé orðin allan á dottin út úr staðli Quality Pro staðlinum eftir 2 ár. Hann gæti verið allt í lagi, kannski 1-2 ár í viðbót, en svo geti hann alveg farin. Þannig að þið getur verið að skipta á 2 til 10 ára fresti. Þar dýran búin til að hámarka nýtingun. Það sem ég meina með þessu ekki endilega græðin til að viðhalda grasinu, heldur þetta, ef þú ætlar að vera með 2000 tíma notkun, þá þarftu náttúrulega flóðlýsingar, þú þarftu undirhitakerfin sem þú mögulega þarft ekki inn á grasvöll sem að á bara að spila í maí til út september sem dæmi á Íslandi, sem eins og við höfum verið með deildin okkar. Þannig að en þú fer ekki að byggja gervigrasvöll sem þú getur síðan ekki notað á veturnar, þú þarft þess að búnaðin til að nýta til að geta kreist út þessa 2000 tíma. En þetta sem ég segi, það ekki endilega vera ókostur, þetta bara kostar bara fleiri krónur. Eitt af vandamálum síðan mikroplastmengunin frá völlunum eins og í dag með þessi innfylltu velli. Það oft að bæta svona, það mjög mismunandi hversu menn duglegir að koma í veg fyrir að gervigras eða gúmmíkurlið hverfi úr völlunum. Það svona oft talað 2-5 tonn, sem finnst þetta 5 tonn eins að hátala, öðrum telja sig geta komist upp með töluvert minna og ég alveg sé rannsóknir á einu velli þar sem var tekið rosalega, gengið mjög langt í að passa að gúmmíkull losna ekki úr vellinum og það voru að tala vel undir, það var bara nokkrum kílóum talið, það var eiginlega ótrúlega tölur. En enga síður svona að jafnaði getum við alveg búist við 2 tonnum af mikroplasti sem getur horfið úr vellinum á einu ári, mikið notum öllum og gúmmíkurli telst sem mikroplast. Þannig að en til að setja samt sem í samhengi þá þetta frekar lítið per það sem í gangi í heiminum, en enga síður þá verið að skoða mögulegt bann á mikroplasti í vörum sem að efnið, ef það mikroplast þegar það sett í vöruna, með öðrum orðum þetta flokkast sem mikroplast gúmmíkurlið frá upp, þegar það sett í völlin, að það gæti verið bannað hérna inn í Evrópu á næstu árum. En það ekki búið að banna og það ekki að fara að gerast á morgun. Men það gæti verið bannað með tíð og tíma, þess vegna var ég að nefna þessi innfylli efnilausu gervigras líklegast þróast heimurinn út í það, en það eins og segja, það ennþá að leysa viss vandamál með þeim sem komið Gervigrasin mótunar í dag, þá standið hann óendurvinnlegt. Jú, það fyrirtæki í Danmörku sem tekur að sér að endurvinna þessa velli og nær því einhverju leyti. En í grunninn þá fæsti sem gera það, því að því bara það að urða eitt svona, það að segja bara móka hólun og henda gervigrasin ofan í og móka yfir. Það kostar einhverja 6-7 milljónir í dag. Að láta endurvinna svona gervigras kostar rosalega mikla peninga, þetta þarf að sigla þessu úr landi. Þannig að þessi gervigras eiginlega ekkert endur unnin, þau kannski endur nýtt í sumum tilveikum, sumir kaupa mótturnar og nota þetta sem göngustíga, hingað, þangað, eitthvað þess að það en á einhverjum tímapunkti þá fer þetta í hólu, þannig að það ekki verið að bræða efnið aftur niður og búa aftur til þræði úr þeim. En þetta einn af ókostunum við gervigras enn sem komið. Ég býst samt fastlega við því að þróunin verði alltaf meira og meira svo að efni verði auð endurvinnanlegra og ég tala lengum í óinnfylltum grösum. En þetta staðan eins og hann í dag. Við sjáum að á ári við að losa frá okkur
fótbolti alveg voru að fá sér svona kringum 800.000 tonn á ári af plasti og við setjum það eitthvað í samhengi þá plastumbúðanotkun á Íslandi í kringum 15.000 tonn, eitthvað í kringum það þannig að en þetta allan einn af þessum svona umhverfisþáttur sem pínu ekki frábær með gervigrasin en við náttúrulega þurfum á gervigrasunum að halda til þess að þess að geta spilað og æft í höllunum ok, ef við skoðum þá meiðsli gras og gervigras það umvel ekkert eitthvað mjög marktækum mögunur á tíðninni þannig það ekkert, sko þau tekur bara meiðsl yfir höfuð það sem við höfum oft heyrt frá sjúkraþjálfum og þess að þeir virðast vera að sjá að gras, það sé svona tendens að sé meir vöðvameiðsli og gervigrös að sé meir eymsli í liðum og þessi lengri endurheimta þeim þessi lengri endurheimtu stundum því það að svona eldri leikmenn stundum að vera að velja að vera ekki að fara inn í gervigrasklúbba þegar þeir eru að koma heim kannski inn í Skandinavíu en þetta svona tendensin á þeim það hins vegar algengara krossbandaslit séu á gervigrasi og það helgast bara því að gervigras eru hönnuð þannig að þau slitni ekki að þú vilt ekki að þræðinu sé að rifna upp hægri vinstri en það góða við gras að sko ef þú færð ákveðið grip í grasinu þegar það komið yfir eitthvað ákveðið mikið þá rifnar bara grasið og þá getur þú haldið áfram með löppina en ef þú situr fastur í gervigrasinu og heldur áfram með líkamann þá getur þú verið að slíta krossbönd við séð rannsóknir frá Bandaríkjunum það vissu í ekki endilega bara í fótbolta þannig að svona fleiri íþróttir en þar hefur að sjá að krossbandaslit séu svona cirka 30% algengari ef þú berð saman fínan grasvöll og fínan gervigrasvöll aftur á móti þegar gervigrasin slitna að þá hafa menn verið að sjá allt upp í 200% aukningu á þessu og það ástæðan fyrir því að það eru þessi staðlar að vera að mæla velli og svo segja þenni þessi völlur er orðinn slitinn og hættulegur að því að það bara aukin krossbandaslit inn í gervigrasgeiranum en þú getur náttúrulega alveg slitið krossbönd á grasi við vitum það alveg ágætlega en því betra ástand sem völlurinn því minni líkur eru á meiðslum ég meðal annars sé rannsókn frá Bandaríkjunum sem var skoðaði í amerískum ruðningi eða fótbolta eða hvað við kalla þetta að þá voru meiðsli leikmanna í háskólaboltanum það voru 40% af þeim rakin til leikvallarins en ekki staðrendin en þeir voru tæklaðir af 160 kílóa manni þannig að þið sjáu hvað yfirborðið getur haft mikil áhrif á meiðsli það líka líkur á höfuðmeiðslum en nú erum við tala enda bara sjaldgæfan hlut en höfuðmeiðsli á gervigrasi eru meiri það út af því að ef þú hlutir sem falla á gras þá dreifist höggið yfir meira í gegnum jarðveginn á meðan gervigras endurvarpaði séð rannsóknar sem hefur að skoða þetta og hefur að sleppa svona gervi höfð í yfirborð úr svona 1,5 meters hæð og þá voru verið að mæla hvar hættu að finna hreyfingu í jarðveginum og hreyfing í jarðveginum eftir að höggið kemur á því bara að því lengra sem að hreyfing finnst í kringum höggsvæðið því meira af högginu dempast ofan í jarðvegin og fer ekki tilbaka upp í hausina þér og gervigrasvöllum var að mælast hreyfing allt meter frá staðnum þar sem að höfuðið lendi en á grasi þá varstu komin bara þá varstu gæst að fara alveg 9 metra og varstu ennþá að finna hreyfingu í jarðveginum þar lendi eru meiri líkur að þú smellum með höfuð í gervigras að þá færðu högg tilbaka eða miklu meira högg tilbaka í höfuð þannig að við erum aftur á móti að tala hlut sem frekar sjaldgæfur en við bara hugsið hvað hafið hort á mikið af fótboltaleikjum þar sem að höfuðmeiðslin hafi verið rakin til yfirborðsins en svona eins og ég segi heilt yfir ekkit meirum meiðsli á gervigrasi þau eru aðeins öðru í sig eðlis og kannski eini alvarlegi þátturinn krossböndin
ef við skoðum síðan kostnað á þessu, nú þetta kostnaðargreining sem við gerðum og það þetta komið nokkur ár síðan við gerðum þetta, þannig að þessar tölur eru ekkert alveg heilagar en aftur á mótum að búast við að hlutföllin, það ekkert sem bendir til þess að hlutföllin sé eitthvað búin að breytast eitthvað rosalega mikið. Og þannig að í efstu línunni þá sjáum við hvað stoppkostnaðurinn á þessum tímapunkti, eins og ég segi aftur, þessar tölur eru búin að hreyfast til en þegar við unnum þessa rannsókn að þá sjáum við það að í krónum talið að þá grasvöllur, keppnisvöllur það ekki hybridvöllur það bara með venjuleg grasi öski uppbygging með undirhita og flóðlýsingum að þá vorum við að sjá það að við vorum að gera ráð fyrir það að hann var að kosta okkur í kringum 150 milljónir ef við myndum sleppa flóðljósunum og undirhitanum þá var þetta cirka 80 milljónar krónu völlur. Þetta getur verið mjög breytilegt eftir hvar þú ert staddur á landinu, bara aðgengja efni og þessu þetta ekki hengingur á þessar tölur algjörlega. Blendingsvöllur myndi kosta í kringum einhverja 300 milljónir, hann náttúrulega með undirhita á flóðlýsingum og keppnisvöllur í gervigrasi þá 270 milljónir cirka bát, æfingasvæði 225 milljónir, einhverstaðar í kringum þetta. Og þið sjáu þá að grasvöllur eru raunverulega í krónum tali lang ódýrasta lausnin. Við skoðum síðan rekstrakostnað sem næsta lína þarna og við sjáum að þetta voru tölur við skoðum hjá nokkrum fótboltavöllum, bæði grasvelli og gervigrasi. Þannig að við sjáum að rekstrakostnaðin við vorum að sjá að þetta var kringum 10 milljónir sem kosta að viðhalda grasvelli á ári. Keppnisvelli væri hérna með aðeins meira álægi og það voru að gera ráð fyrir einhverju 13 milljónum, 17 milljónum inn í blendingsvelli. En það sem kom í ljós með gervigrasvellina að rekstrakostnaðin hjá þeim var herri, sjáum við hérna kringum 19 milljónir. Viðhaldið, það helgast að hluta til út af því að þeir eru að viðhalda vellinum eru lengra tímabil. Þannig að ef við tækið sko viðhaldskostnað per virka notaðan mánuð, þá var grasin alltaf dýrara í júlí og ágúst og heldur en gervigrasvöllurinn, en aftur á móti síðan fór bara grasvöllurinn í dvala og þá enginn að viðhalda og viðhaldskostnaðurinn enginn neitt. Þannig að viðhaldskostnaðurinn heldur sem sagt áfram á gervigrasinu og í þokkabót þá þarf að kynda, undirhitalega sé að þarf að kynda yfir allan veturinn sem þú þarft ekki gera á grasvelli þó þú sért með undirhita og það kostar töluverðan pening. Mér minnir að þessum tölum hafi flóðlýsingin kostnaði við rafmagn og undirhita verið sko 50% af rekstrarkostnaðinum. Og síðan næsta lína fyrir neðan eru fjárfestingakostnaðurinn og það að segja þannig verið að afskrifa eignina og það má alveg færa rök fyrir að það var gert ráð fyrir að grasvöllunir myndu vera afskrifaðar á kannski styttri tíma heldur en það má alveg færa rök fyrir að þú getur verið með undirbyggingu sem þú ert að afskrifa á kannski 30-40 árum eða jafnvel lengur, þannig að við gerðum ráð fyrir einhverjum tæpum 20 árum þar. Þannig að það má alveg færa rök fyrir að fjárfestingakostnaðurinn sé raunverulega lægri á grasinu en tölurnar hinum megin eru svona á réttu róli. Og þarna gerir ráð fyrir umskiptingu á gervigrasi inn í þessum fjárfestingakostnaði. Og sjá að fjárfestingakostnaðin ástæðan fyrir herri í gervigrasinu fyrir keppnisvöll bara út af því að það að gera ráð fyrir að það þarf að skipta örar teppið á þeim velli heldur en á æfingavellinum. Við sjáum síðan nýtinguna sem við settum inn fyrir neðan. Þetta í klukkustundum talið og svo neðsti liðurinn bara hvað kostar notuð klukkustund og þá sjáum við að þráttur það að gras sé miklu ódýrar að byggja grasvöll að þá notkunarstundin miklu ódýrar á gervigrasi, sérstaklega inn á æfingavelli af því það er verið að nota hann svo mikið. Blendingan eru langt dýrasta lausnin alveg sama hvernig á það litið bæði í krónuntalið og í notkunarstundum og það geti að keppnisvellir út af því að það er minni nýting að þeim að þá eru keppnisvellir í gervigrasi samt alveg ágætlega dýrir í notkunarkosta per klukkustund. En eins og ég segi, ekki hengi ykkur algjörlega í þessar tölur, þær hafa hreyfst til, það eru nokkur ár síðan við unnum þetta og þannig að það getur verið breytingar. En eins og ég segi, þetta hlutföllin séu gróflega rétt af því við skoðum síðan aðra rannsóknir sem hafa verið gerða, þetta með Cranfield háskóli vann fyrir nokkur, örugglega 8-9 árum síðan. Og þá vorum við að sjá alveg svipaða niðurstöður hjá okkur í hlutföllum. Þannig að ef að þú átt ekki mikið af krónum þá eru ódýrast náttúrulega að byggja grasvöll.
og ef eftirspurnin eftir gervigrasvellinum ekki 2500 tímar heldur eftirspurnin bara 800 tímar á ári þá notkunarstundin orðin rosalega há líka en að sama skapi náttúrulega þá ertu ekki með vetrareiginleikan en kannski sniðugt að fara að byggja þá hús, lítið hús kannski þú getur gert það og það getur nýtt betur yfir vetrarmánuna því við þekkjum það alveg hérna á Íslandi að stundum alveg 25 metrar á sekundu og þó að með gervigrasvöll og getur alveg spilað á honum og þá ertu ekki að fara að gera mikið út á fótboltavelli í 25 metrum á sekundu allavega, þannig við ætlum að reyna að svara þessi spurningu hvenær á að velja hvað þetta náttúrulega háð ansi miklu þannig að það eru ansi margar breytur sem geta verið þarna en náttúrulega gervigras ef eftirspurnin rosalega mikil og landinni með frekar lítið þá náttúrulega gervigras langbesta lausnin segir sig eiginlega sjálft ef eftirspurnin aftur á móti takmörkuð ef þú ert með frjálsíþróttavöll því að ef þú leiður með frjálsíþróttavöll að vísu Breiðablik frjálsíþróttavöllur en þeir þurftu þá að færa alla kastgreinar og allt í burtu því þú getur ekki kasta spjótin og gervigrasvöll það fer ansi illa saman en ekki nefnum þú búið þá bara til sér kastsvæði allt í lagi en ef eftirspurnin ekki nægilega mikið þá gervigrasi orður rosalega dýrlaust líka og hún kostar bara mest í krónumtali líka þannig að það er alltaf að skoða svolítið hver raun eftirspurnin nema að eftirspurnin sé ekki það sem skiptir máli heldur vetrarnotkun sem þetta pæla eða til dæmis þetta innanhús og þá náttúrulega segir sér sjálft að þú myndir nú alla byggja fullt knatthús ef eftirspurnin var lítil en allt í lagi ef umhverfismálin eitthvað sem skiptir rosalega miklu máli sem ætti nú að gera hjá okkur öllum þá þurfum við svolítið að velja hvenær ætlum við að vera með gervigras og hvenær ekki því við þurfum á gervigras að halda hérna á Íslandi, við vitum það alveg en að dæla niður endalaust magni af gervigras sem er þá kannski ekki góð umhverfispólisía hvenær ætlum við að fara í hybrid velli ef við ætlum að vera með bestu gæðin og alltaf, sem við erum að tala á þannig raunverulega bestu gæðin fyrir fótboltamennina sjálfa, leikmennina sjálfa og konurnar sem sagt, þá eru hybridvellir eiginlega bestir í því að þeir halda yfirborðinu svona hrikalega vel þeir eru bara langbestu vellinu við sjáum það bara með því að horfa á Premier League hvernig ástandið en þú þarft að eiga bara endalaust af peningum til þess en hvenær ætlum við þá ekki að fara yfir blendingu hvenær ætlum við bara að sleppa því að vera frekar þá á grasi bara ef það er lítil sem engin þörf á vetrarnotkun og hugsum bara Laugardalsvöllin bara ef við ætlum bara að vera að spila í nóvember glugganum og mars glugganum og það búið þá ekkert endilega sjálfsagt að við förum í blending á Laugardalsvellinum það út af viðhaldsþátturinn svo flókin við höfum alveg sest niður og rætt þetta með aðilinn frá UEFA og komist að þessari niður aftur á móti ef við ætlum segjum að við séum að taka við eins og Breiðablik kvennaleg Breiðablik sem kom sér núna inn í Champions League riðil þá eru koma aðeins fleiri leikir inn í desember og þá alveg fara að vera spurning það eru kannski fara að vera aðeins og margir leikir þegar að grasi vex ekki þá kannski sniðugt að fara að fara að hugsa út í blending aftur á móti ef það er bara eftirspurn eftir sumarnotkun eins og hefur verið að þá henda gras vel af því það er ódýrast í kosturinn í krónutalið fyrir eigandann og ef að það er nóg afkastageta sem dæmið nóg að landi fullt af öðrum grasvæðum og það að færa og dreifa traffík mjög mikið að þá mögulega gras heppilegasta lausnin og þú getur tekið sem dæmi nú ég Skagamaður þetta er skoðað eins og upp á Akranesi að ef við á aðalvellinu þar segjum við að hann var í settum með bara grasi, bara góðu grasvöllur með undirheitakerfi og flóðlýsingu að þá það ódýrara heldur en að setja gervigrasvöll með undirheita og flóðlýsingu
kannski, Akranes með heila höll, full-size höll sem geta sett og annað ansið mikilvægum afköstum, kannski þurfa þær meira afköstum, þeir eiga mjög stórt landsvæði að grasi annar staðar sem ekki séruppbyggt, og nú það þessi séruppbyggðu svæði, ef þau ekki séruppbyggt sem knattspyrnuvöllur, USG af allt það, þá eru tölvöld ódýrari og það málið upp á Akranes sem dæmi, að þar geta þeir sko, ef að höllin annar ekki afkostunum, kannski besta lausnin fyrir þá þess að annar þeim afkostum að setja gervigrasvöll á æfingasvæði, því að leiðu setur inn á aðalvöll að þá ertu komið með kröfur hérna slit og FIFA quality stælin og allt það dóttir, þá endist það grastöluvert styttra, það þarf að skipta því örar út, það í grunninn kostar miklu meiri peninga heldur en að geta skiptað aðeins setna út og æfingavöllin getur geymt aðeins að því að krakkar hafa ekki eins mikið, eða þú notar alveg til krakkastar yngri flokkana, að þau hafa ekki eins mikil sko áhrifin þó að þessi sliti gerðugras, það hefur ekki eins neikvæð áhrif eins og á fullorðna einstaklinga. Þannig að það gæti verið hagkvæmast fyrir klúbbin að vera þá frekar að fókusa á að vera með gras á aðalvellinum, af því að sé líka annað, ef þú ætlar að fá Evrópuleiki til þín og þess að þar að þá ert ekki háður þessum FIFA Quality Pro stöðlum sem dæmi, sem að geta komið í veg fyrir það að þú getur haldið leiki á vellinum hjá þér, af því að þú steðst ekki, ef þú ert ekki með stimpil upp á FIFA Quality Pro, getur ekki haldið Evrópukeppni, en ef þú ert á grasi þá raunverulega tjekka ekki, þá engin stað að lifa þetta, sem svolítið sérstætt en allt í lagi, en hérna þannig að þetta bara svona dæmum, hei, hvenær best að setja gras og hvenær ekki, svo líka önnur ella, ef menn vilja fara út í knattspyrnu mennina sjálfa, ef þú ætlar að vera atvinnumaður í efstu topp deildunum, 5 deildunum í heiminum, að þá það allt á grasi, ekki gervigrasi, það er ekkert sem bendir til að það sé að fara að breytast og nú aðrir sérfræðingar en ég á því sviði sem geta kannski fært rauk fyrir því að það sé öðru í sér fótbolti spilaður á gervigras hvað var að gras en þetta allavega svona pæling, ok, hvenær gras náttúrulega ef umhverfismálin númer 1, 2 og 3 hjá þér, þá náttúrulega hreint gras ekki blendingar umhverfisvænasta lausnin og viðhaldsaðferðir í dag alltaf að verða betri og betri hvað varðar orkunotkun við erum að sjá hluti miklu meira að tæki og flest tæki sem við notum eru hægt að fara yfir í rafmagn, þannig að við erum að lækka kolefnisfótspor hjá okkur á sama tíma og fótboltavöllur raunverulega bindur svolítið af kolefni, þannig að umhverfislega sé gras náttúrulega besta lausnin en við notum hins vegar ekki gras inn í fótboltahöllunum, það segir sér sjálft og við getum ekki verið með gras að anna brjálæðislegri trafík þannig að ég vona að þetta hafi svona svarað einhverju spurningum þetta samt ekki sjálfsagt hvenær á að velja hvað og það fer rosalega mikið eftir í bara hver eigandinn, ég meina eins og í Íslandi þá náttúrulega, ég vil alltaf tala sveitafélög bara stærð og getu sveitafélög og hversu mikla peninga þeir geta verið að setja inn í þessi íþróttamannvirki en það eitt eins og það sem nokkuð ljóst að fjárfesting í íþróttamannvirkjum marg borga sig fyrir sveitafélög, það eru bara til endalausar rannsóknir af því sem sýna fram á það að krónur sem fara inn í svona íþróttastarfsemi skila sig margfalt tilbaka til ríkis og bæjar og hérna þess vegna mikilvægt að við fjárfestum í góðri aðstöðu en við þurfum líka að vera svolítið á tánum með aðstöðun okkar að bjóða upp á það mesta sem við fáum fyrir hverja krónu sem við fáum og bjóða upp á gæða aðstöða því að góð aðstöða skiptir máli, ef við erum að muna eitt sem skiptir öllu máli í þessu öllu saman yfirborð á knattspyrnuvöllum að gæði þess raunverulega öryggismál það að segja að eins og ég benti á áðan að slæmt verra ástand á yfirborði valla leiðir að sér fleiri meðsli og frekar dýrmeðsli, ég meina eins og krossbandaslit og þess að þar þannig að við eigum að hugsa öryggi iðkendan okkar alltaf og þess vegna skiptir máli að yfirborðið sé gott, því sé vel viðhaldið að við gefum okkur tíma gefum okkur setjum peningana í viðhaldi að því við fáum það margfalt tilbaka skiptir öllu máli en takk fyrir mig, vonaði að hafi fengið eitthvað út úr þessum
fyrirlestri, kannski búið til fleiri spurningar en svör en það kannski þá það bara kannski dæmi ágætis fyrirlestur við erum að opna hugana aðeins meira. Takk fyrir mig.